harma ákvörðun eigendakeppnarinnar Herra Ísland að svipta mig titli. Ástæðan sem ég á að gefa var sú að ég hafi kynnt hjálpartækis plastþættinum og hafi bloggað daginn og veginn. Farið var fram á að ég myndi hætta með sjónvarpsþáttinn, en þátturinn starf mitt. Ég breytti starfsháttum mínum í þættinum eftir að þjóðin kaus með Herra Ísland. Þar að auki gerði ég Elínu Gestsdóttur grein fyrir þættinum í upphafi keppnarinnar. Ef þátturinn á ekki samleið með titlinum Herra Ísland, af hverju greindi Elín mér ekki frá því þá? Einnig tel ég að það sem haft var eftir henni hér á Núblaðinu, þjóðin kaus hann og við sitjum uppi með hann, sé mun niðurlægjandi fyrir mig. Tell me your secrets and ask me your questions. Með liðin hans Óla Geist líka hérna. Mér finnst þetta svolítið skemmtilegt. Þetta eins og því að Sjálfstæðisflokkur var með flokkskostningar daginn. Þetta sama markaðssetning sko. Elín hefur frá upphafi ekki verið sátt með kjörið, enda sagt mér að ég hafi ekki unnið hefur verið dómnefnda störfum. Ég lít svo á að ég hafi ekki skaðað ímynd Herra Íslands né brotið gildandi samninga, enda sagði Elín það í samtali við Hér og Nú. Ég gerði mig grein fyrir því þegar ég vann Herra Ísland að ég að haga mér öðruvísi og hef ég gert það. En að einstaklingur sem ber sigur úr bítum þurfa að láta sér störfum með ekki halda út í heimasíðu eru heldur mikla kröfur þar sem Herra Ísland titill en ekki launastarf. Herra Ísland árið 2005 Ólafur Geist. Að lokum vil ég þakka öllum þeim sem kusu mig. Það var mjög mikill heiður að hljóta titilinn.